Ég fer inn á þing 1978 og þá voru aðeins 3 konur á Alþingi. Það var ég og Ragnhildur Helgadóttir og Svava Jakobsdóttir. Og þetta var nú einu sinni þá að það var mjög erfitt fyrir konur að komast áfram í pólitíkinni. Og karlmenn höfðu þær raunverulega bara sem punt á listanum. Og þetta var nú ansi langan tíma eftir að ég byrjaði vegna þess að það ekki fyrir 1987 sem að konur eru orðnar 9 á þingi og það átti sér ákveðinn aðdraganda. Það var til dæmis kjör Vigdísar Finnbogadóttur 1980 og síðan var það stofnun kvennalistans 1983 og kvennaverkfallið eða kvennafrídagurinn 1985 og þessir 3 viðburðir að þeir gjörsamlega breyttu öllu. Karlmennirnir sáu að þeir gátu ekki komist lengur upp með það að hafa konuna bara til punts, þannig að þeir fóru nú að keppast að setja konurnar á lista. Eins og ég segi 1987 vorum orðnar 9. Og það árið sem ég verð félagsmálaráðherra og ég fann strax að það var mikil breyting að fá fleiri konur inn á þing. Umræðan breyttist, það var miklu meira talað svona fjölskyldumál, velferðarmál, málefni barna, mannréttindamál, þannig að áherslur breyttust. Minn tími mun koma! Það gekk mjög hægt og seint fyrir sig að fjölga konum í ríkisstjórn. Ég var eina konan á þessu fyrra tímabili míns sem ráðherra sem stóð frá 1987 til 1994. Síðan fór þeim fjölgandi. Í vikulok var ljóst að samkomulag hafði náðst. Við slíkt tækifæri og þá ég lýsa sérstaklega ánægju minni með það að sú ákvörðun hafi verið tekin hér í dag að fela Jóhönnu Sigurðardóttur, fyrstri íslenskra kvenna, að verða forsætisráðherra íslenska lýðveldis. Merkilegt það að bora í vegg. Það sem við gerðum að við settum okkur það sem markmið, það var að fjölga konum í ríkisstjórn og hafa það markmið að þær yrðu jafn margar í ríkisstjórn og karlar. Ég og Ingibjörg Sólrún lögðum mikla áherslu á það og vinstri stjórnin að svoleiðis yrði það. Og í þessu 4 ár þá voru ráðherrarnir 17, þar af 9 konur eða meira en helmingur. Þetta skiptir verulegu máli, þetta breytir umræðunni og við vorum náttúrulega á mjög erfiðum tíma þá. Við vorum að endurreisa hér efnahagslífið og það skiptir miklu máli að hafa konur svona fjölmennar við ríkisstjórnarborðið. Að því ég fann það hérna á árum áður því ég var eina konan í ríkisstjórn að karlmennir höfðu vísu mikinn áhuga á velferðarmálunum og félagsmálunum, málefnum fjölskyldunar í kosningabaráttunni en það var eins og það yrði fljótt að gleymast eftir kosningabaráttuna þannig að mér finnst það að hafa svona aðra heildarsýn og þeirra sjónarhorn mjög mikilvægt í allri pólitískri umræðu og sem betur fer að þá varum að sjá verulega fjölgun kvenna núna og ég held að dytti nú allan einum í huga að vera að hafa ríkisstjórn þannig að það sé engin kona í henni.